Komið sælustumur, ég er búinn að fá alveg ótrúlega mikið að skilaboðum og símhringingum í dag sem ég var að spyrja þetta tiltekna play. Mér varst ég bara að leggja beinast við að þetta myndi vera fyrsta klippan í þessu dómara hotsfræðslu content eitthvað, veit ekki hvað þetta kemur í ljós. Þetta svo kallar out of bounds play. Það að fara að gerast hérna á sideline hjá Jakobi, þar sem að Tindastóll að fara að vera með boltan og þið sjáu að staðan 81-79 fyrir Tindastól, það 22 sekundur eftir, valum með boltan, til að spila þetta í rauntíma og svo pásum við og breykum niður og svona, skoðum þetta, greinum þetta. Ansi skemmtileg viðbrögð hérna hjá bekknum hjá Val. Þau vilja sérst meina að boltinn sé út af eða að bara basically að þau eigi að fá boltan í innkasti. En ef við bara breykum þetta niður, að þá byrjum við kannski hér bara flott no-call undir körunni, ekkert að dæma hér. Og það sem að gerist síðan nákvæmlega hér að sóknarleikmaðurinn, hún verður fyrir svona smá kontakti, ekki nægilega mikið til þess að dæma villu en hún neyðist út af vellinum. Boltinn hins vegar fer aldrei út af vellinum, þannig að hann lendir hérna beint fyrir framan Jakob. Við sjáum ekki nákvæmlega hvernig það en við sjáum að Jakob stendur beint fyrir framan þetta og við sjáum líka feril boltans. Þannig að ferill boltans, hann innan vallarins, þannig að ef að boltinn myndi allt í einu fara út af vellinum, að þá væri ferill boltans út af vellinum, að öllum líkindum. Það af leiðandi, boltinn fer ekki út af, þá kannski næsta bara sóknarleikmaðurinn, fer hann út af þegar hann í kontakt við boltan. Og við sjáum það hér að sóknarleikmaðurinn, hann komin út af vellinum, hann komin aftur inn á vellin og tekur síðan aftur í boltan. Þannig að sóknarleikmaðurinn ekki út af þegar hann í snertingu við boltan og þar af leiðandi getur boltinn ekki verið út af. Boltinn fór aldrei út af og þar af leiðandi getur boltinn ekki verið út af. Og svo það þriðja sem að ég fengi spurningar hvort að ég megi, ef að ég bjarga boltan minna og hvort að ég megi þá vera sá sem að tek boltan aftur og svarið bara já við því. Þetta sama til dæmis og Ægir hefur gerst stundum í innkast undir körfunni. Það varnarmaður sem að snýr baki hann og hann kemur kastar í baki á varnarmannum, kemur inn á völlin, tekur boltan og fer af stað. Þannig að svona svipað case. Þannig að hérna bara vel gert dómarunum að bara halda ró og láta ekki tilfinningar að bera sig ofarlega, þegar hér fáum við bara mjög svona hörð og mikil tilfinningarleg viðbrögð, það líti eftir að leiknum, það hefur auðvitað að hugsa bara fokkar ég að missa eitthvað og bara bam, dæma, skilji, en Jakob hélt þarna bara mjög stóískri ró, var með frábært no-call, þannig að vel gert Jakob, en það má alltaf blómum á sig bæta og hér til dæmis ætlum við að fara bara örstutt 30 sek í hvað dómarinn hefði getað gert örlítið betur og það að nákvæmlega hér erum við með Inga Björn undir körfunni, við erum með Jakob í svokallegri trailstöðu hinum megin, þannig að þegar við erum að fara að skipta átt, það að segja að Tindastóll að fara í sókn, að þá ætti Jakob að hlaupa núna hérna og koma undir körfuna hinum megin og Einar Valur sem hérna megin hinum megin á vellinum, hann ætti að vera í nákvæmlega sinni stöðu nema bara akkurat hinum megin. En það sem að gerist að Jakob, hann einhvern veginn að fylgjast með þessu playi, hægist aðeins á hann þarf líka einhvern veginn að díla við þjálfarateymi Vals hér og það endar á því að Einar Valur ruglast eitthvað örlítið og hann ákveður að fara hérna undir körfuna, Jakob gerir það líka og við erum alltaf komið 2 dómara á baseline sem aldrei gott og við viljum aldrei lenda í, sérstaklega til dæmis ef það myndi eitthvað gerast hér, þá enginn til að dekka það. En við fáum sending út í hot, Einar recovera vel, lendir hérna fyrir aftan skotmanninn, það verður engin snerting, leikurinn búinn, gott no-call hjá Jakobi, en menn þurfa líka aðeins að halda fókus svona á lokametrunum og láta ekki tilfinningarnar bera sig oflið. Takk fyrir mig.